Alveg dundur virkaði. Hún greini í einhverja kaldæðinni í röddinni. Bara bull. Já, þetta var bara bull. Fór í eitthvað svona heilunardrasli. Það var maður sem ég þekki, sko, sem var að læra þetta. Já, já. Vildi endilega sýna mér undramátt heilunarinn, sko. Já. Því að gefa mér smá heilun, sko. Og bull. Kjaftaði. Já, já. En árunutt. Allt þetta árunutt. Hefur það í svoleiðis? Nei, já, ég hef verið árunuttaður. Já, já. Af engri annari en Jónu Ingibjörgu kynfræðingi. Nó. Skal ég segja þér? Var það ekki gott? Það fann ekki neitt, sko. Nei. Nei. Ég ætla nú ekki að fara nánar út í það. Nei. En það bara virkaði ekki, sko. Nei. Ekkert frekar en neitt af þessu nýaldar þrugli, sko. Nei. Hefur aldrei farið í neitt svona? Nei, veistu, ég er bara ekki svona kall eins og þú sem þarf alltaf að reyna að finna sér eitthvað svona til að tunda sér við. Ég þarf ekkert að finna mér svona. Mér er alltaf komið einhvern veginn í þetta einhvern veginn. Þetta er alltaf einhvern veginn, maður dettur alltaf inn í eitthvað svona. Ég er nú opinn fyrir öllu, skilur við. Ég er opinn og einlegur strákur, skilur, og ég er alltaf til í eitthvað fjör, sko. Og, ég fæ til miður. Svona heilun, svona fjör. Þú er fætt í miður sem þetta á. Ég veit miður, sem ég nú sagt frá því, það var bull. Alveg frá upphafi til enda, sko. Já. Algjört þrugl. Já, þú sagðir frá því á Rás 2, sko. Já, ég nú eru konar aðsinn, það getur sagt aftur. Já, ég segði frá því? Já, endilega. Ég var að, sko, voru vinkonur mínar, sko, stelpusmiðið sem voru að kafi þessu, sko. Já. Alltaf í svona einhverjum miðlum og svona, og ég var alltaf að gera grín að þessu. Það var alltaf að segja að ég væri bara svona þröngsinn og svona hálfviti og svona. Þannig að ég dreif mig bara til þessa miðir sem þær voru alltaf hjá, sko. Til að sanna. Já, til að sanna, sko. Og þetta var einhver kona í Kópavoginum, sko. Og ég fór til hennar og ég var í vinnunni þá og var að vinna í svona garðyrkju eins og ég vann oft á sumrin, sko. Vinn oft á sumrin í garðyrkju sem ég garðyrkja skemmtilega. Og kem í svona, þú veist, svona vinnugalanum, sko. Peysu og buxum og einhverjum vinnuskóm. Kemur þeim til og það er kveikt á svona reykjelsi og svona, já, sælblessaður. Já, sælblessaður og svona. Jæja. Já, það kom í pizza, þakkaði fyrir. Já, bara allt áfram sögunni. Já, alltaf pizzan ekki truflaði. Og ég kem að inn til hennar og hún kveikir á reykjelsi og svona blablabla. Og svo fyrir hún í trans og svo ná sambandi við þá, eins og hún kallaði alltaf, sko. Já, þeir segja mér þetta, þeir segja mér hitt. Svo byrjar hún að segja mér svona hluti sjálfa mig, sko. Og já, blablabla, þú ert mikið einmana. Nei, segi ég alls ekki einmana. Nei, þú ert oft einn. Nei, ég er mjög sjaldan einn, sko. En þú átt fáa vini. Nei, já, of marga vini ef eitthvað er, sko. En þú átt fáa góða vini. Já, það getur vel verið, ég fá góða vini. Já. Svo fór hún að segja mér það að ég ætti eftir að kynnast konu og eignast börn. Og ég sagði hann, ég var nú búinn að vera giftur þá í 8 ár eða eitthvað og ætti 3 börn. En þeir segja mér þetta og svo virkaði ekki neitt, sko. Allt sem hún sagði því, skilurðu, þú ert... Koma rangar tilgátur alveg. Alltaf svona, mjög rangar tilgátur, sko. Já. Og hún gafst upp á því, sko. Slæm skilyrði eða eitthvað, sko. Já. Þeir sögðu hennar, sko, vitleysu, skilur. Og einhver svona grínarar á hinni línunni, skilur. Bara svona, hann er... einmana. Þú ert einmana? Nei, bara svona djók, sko. Svo fór hann í svona framtíðina, sko. Já. Og ég tók þetta upp á spólu. Já. Og fór hann í framtíðina. Fór að segja mér eitthvað, hvað myndi gerast í framtíðinni, sko. Já. Og, nei, í sem sagt fyrri líf. Viltu vita fyrri líf? Ekkert mál, svo endilega, sko. Og þar gátt hún náttúrulega vaðið, sko, eðju og ör, sko, upp fyrir haus. Og bullað og þruglað, sko, það ég var indjáni og svona eitthvað svona stereobull, sko. Indjáni og hún sá mig fyrir sér í einhverju Hver var ekki indjáni fyrir lífið? Sá mig fyrir sér í einhverju orustu með stríðsöxi hoppandi eins og fíbl og svo var ég í seinni heimsstyrjöldinni en mér var svolítið gott hjá henni samt eitt. Hún sagði að í síðasta lífi hefði ég búið í Bandaríkjunum og hún spurði mig, já, finnurðu tengingu við Bandaríkin? Og ég sagði, nei, ekkert svona sérstök tenging við Bandaríkin, nei, ekki nein, sagði ég, en já, þeir segja mér það, að það sé einhver svona, þú hafi nefnilega verið í fyrra lífi í Bandaríkjunum. Nú, já, getur svona vel verið, sagði ég, eitthvað svona bla bla bla.
þá fyrir hún að tala um það að í fyrra lífi hafi ég verið trúður í sirkus. Mér fannst það svolítið gott hjá henni, sko, því ég er nú svona trúður, skilur. Trúður í sirkus og bla bla bla. Heyrðu, svo þegar ég fór að hlusta á spóluna eftir á, sko, og var að hlæja þessu með þér og fleirum. Það var þetta allt aftur úr bæk? Nei, þá heyrði ég að á spólunni segir hún, sko, þegar hún er að tala um þetta andadrast, hvort ég hefði fyrri lífi, að ég fer úr peysunni og þá er ég í bolnum mínum Levi's peysu, svona Levi's ból innanundir sem stendur Levi's All American á honum, sko. Já, einmitt. Það gaf henni svona hint, skilur. Algjört frot bara. Þetta er bara bull og að segja þetta geimveru þrugl allt saman. Já, þú veist þegar fólk er að sem kom hérna út af geimverunum Já, Snæfellsjökli, þær komið að voru ósýnlegar. Þú veist að fólk skuli, þú veist, hérna nenna að standa í svona þrugli. Hvað heldur þið að geimverur kæmi til jarðarinnar, svona vitsmunaverur utan úr geimnum með skilabóð til mannkins. Hvað heldur þið fara að láta einhvern asna í Reykjavík hafa þau skilabóð? Já, en þú mátt ekki vera svona dómhæður, Jón. Ég meina þarna er fólk sem er að leita sér að einhverju svona identity. Það kannski líður í betur. Ég held að ég líði ekkert betur. Ég held nefnilega ekki, ég held að það finni aldrei neitt, sko. Fólk er að leita að einhverju sem það finnur aldrei, skilur. Einhverja svona tilvistar sönnun eða einhverja eitthvað, skilur, sem það er ekkert þarna, sko. Svona nýaldar þrugl. Einhverju kristalar og svona? Já, kristalar, það er nú eitt, maður. Að svingja, feita einhvern svona kristall í bandi í kringu sig og líður svo vel. Okkur fer fólk ekki bara út að hlaupa eða hjóla eins og ég og líður mikið betur. Líður eitthvað betur eftir að hjóla í 3 korter frá gáinn? Líður mér betur? Já, þetta er það sem að gefur mér powerið sem ég hef, skilur. Já, það er bara svona. Ég lýsi frati á allt þetta nýaldar bull. En hvað segir þá að og tónlistin? Já, Enja. Kling, glóng, já, hún er ekki falleg. Þvílík leiðindi. Og hérna, maður fær lítið meira. Það er náttúrulega bara svona loftbólur allt saman þetta lið. Þetta er bara svona loftból. Já, bara svona snirtilega og er allt svona frekar leiðinlegt bara. Ég meina fólk er að leita að einhverju betri líðan, skilur við. Því líður eitthvað illar og órögt með sjálft sig og svona. En þá er það bara, leiðin til þess að láta sig líða betur er náttúrulega að fara í messu og fara að hjóla. Messu? Já, ef þú ert að leita að einhverju andlegu eitthvað. Fara bara í messu í kaþólsku kirkjunni og þá líður þið vel, skilur, og fara eitthvað svona andlegt. Hringi Vatíkanið, sko. En hérna, og fara út að hjóla í klukkutíma eða hlaupa eða eitthvað. Djöfull leið mér vel eftir að við hringdum í Vatíkanið. Já, ég fekk svona andlega inngjöf. Nú ég að tala við forsetafrúna, erum við að gera það? Já. Það er eitthvað kikk. Já, ekki sitja eins og aumingi með einhvern sveiflandi í kringu sem einhverjum kristall og fara í árunutt. Fara bara í almennilegt nutt. Já, einhverju almennilegri konu. Rafn Geirdal, kannski? Rafni Geirdal. Herðu, já. Við fáum lag hérna á Ættum þessu þruggi.